Góðan dag. Góðan dag, góðir fundagestir, bæði hér í salnum, í Hafnarfirði og á netinu. Gaman að sjá hvað mörg ykkur eru komin hingað, bæði á staðinn og ekki síður, þau sem hafa tengst í gegnum netið. Ég heiti Eggert Benedikt Guðmundsson og settur forstjóri Hafrannsóknastofnunar. Hafrannsóknastofnun eða Hafró, eins og hún er kölluð í daglegu tali, býr yfir gríðarlegu magni, verðmætu af gögnum og fróðleik og upplýsingum. Og eitt af okkar lykilhlutverkum er að miðla þessum fróðleik, miðla þessum gögnum til stjórnvalda og fræðafólks og almennings og annarra haghafa sem áhuga hafa. Og þess vegna það mér mikil ánægja að fá að setja þennan viðburð hér í dag, þar sem við erum að kynna tvo kafla í þessum fróðleik sem við erum að deila. Það er annars vegar ný framsetning á gögnum úr stofnmælingum og svo hins vegar myndabanki, mjög flottur, sem við höfum sett á netið og okkur langar til þess að kynna sérstaklega. Rétt að taka fram í blábyrjun að fundurinn er tekin upp, þannig að og hann verður þá væntanlega hægt að sjá þá það kynningar sem að framfara hér síðar, en því hafið hér með verið aðvöruð. En án frekari málalenginga ætlaði ég að gefa orðið til Dóru Magnúsdóttur sem er okkar samskiptastjóri og hún ætlar að kynna aðra framsögumenn hér í dag og stýra fundinum okkar. Yfir til þín, Dóra. Takk fyrir. Eins og Eggert nefndi, þá er ég samskiptastjóri og þar með hef ég yfirlit og eftirlit með vefnum, vefstjóri líka. Mér langaði aðeins að fara yfir nokkra þætti á þessum fína vef sem er hafsjór af upplýsingum. Og ég ætla ekki að fara í nein smáatriði. Mér langaði bara að nota tækifærið og nefna hérna nokkur atriði. Svo sem svo þessa hnappa hérna, hér til dæmis má sjá sjávarhita víðsvegar á Íslandi með grafískum hætti, fiskmerkingar, þetta nýtist meðal annars til endurheimtur á fiskum sem hafa verið merktir og veiðast og á að skila, mikilvægt í rannsóknarlegum tilgangi og veiðibók lax- og silungaveiði, það þarf ekki að útskýra hvað það er, staðsetning skipa, komið svolítið skemmtilega óvart því ég var að byrja hérna, hvað fólk tengir sig bara inn í hjarta við skipin okkar. Þetta er ekki skip Hafrannsóknastofnunar, þetta eru skip þjóðarinnar. Og hvar er Árni núna? Bjarni var kvaddur með virtum eins og bara, það var bara starfslokahóf fyrir Bjarnalágið og Þórunn boðin velkomin. Þannig að fólk vil vita hvað skipin okkar eru. Þannig að þetta er ekki bara svona hagnýtt, fólk vil gjarnan vita þetta. Hafsjáin er, því miður vantar skriflega lýsingun á hana, en hún er hafsjáin af ofboðslega mikið af upplýsingum og allt þetta sem hægt er að velja hér, þetta eru gögn sem koma frá ólíkum stofnunum, meðal annars Fiskistofu, Náttúrufræðistofu, MAST, Landhelgisgæslunni og auðvitað okkur sjálfum, þannig að þú hakar hérna í og sér þá ýmsar upplýsingar veiði og svo framvegis. Þannig að þetta er ekki svo ýkja gamalt verkefni en hefur nýst afskaplega vel. Sjávarlífveruvefurinn, Svanhildukimbrinn, það aftur mjög mikið af upplýsingum sjávarlífur eins og nafnið gefur til kynna. Útgefið efni, hérna eru 100 skýrslna, að stórum hluta skýrslur ár og vötn, stöðuna í ýmsum ám og vötnum á Íslandi, en mikilvægt auðvitað fyrir líffræðinga og fræðinga, en oft nýtist þetta almenningi vel sem hefur bara áhuga á að vita stöðuna í tengslum bæði við líffræði og náttúrufar, Þingvallavatnið, einhverju tiltekinni á, þannig að bara ég ætla ekki að fara ofan í þetta, bara fólk getur skoðað þetta. Nú á stofnmælingarnar sem að Kristján ætlar að kynna hérna betur. Aðeins uppi í þetta menjú,
Hér hægt að finna í Evrópuverkefnum, við tökum þátt í fjöldanum öllum af Evrópuverkefnum og hér hægt að fá yfirlit það hvaða verkefni það eru. Nú rannsóknir, þetta augljóslega bara almenn umfjöllun ýmiss konar rannsóknir, enda hérna það hluti á nafni stofnunarinnar, vera rannsóknarstofnun. Ráðgjöfin, hún samkvæmt 13. grein laga Hafrannsóknastofnun, ég ákvað að leggja þetta ekki á minnið, en það semst að veita stjórnvöldum og hagsmunaaðilum ráðgjöf og þjónustu varðandi sjálfbæra nýtingu á lifandi auðlindum í sjó og vatni á grundvelli sjálfbæra viðmiða nýtingarstefnu stjórnvalda, hvorki meira né minna. Og þarna eru að mér taldist til nokkur hundruð skjöl. Þannig eru semst ráðgjafarskjöl, tækniskjöl og töflur helstu tegundir sem eru nýttar í íslenskri efnahagslögsögu. Nú miðlun, þetta eðli málsins samkvæmt minn uppáhaldshnappur. Hér þetta að finna allir myndasafnið sem við ætlum að kalla myndabanka sem Rónaldar ætlar að fjalla merki, logo og ýmislegt praktískt, en hérna allir eru líka málstofur. Við höfum reglulega málstofur ýmis málefni sem tengjast fræðum hafs og vatna og þær hafa verið teknar upp og allar geymdar hér. Nú og að lokum, fréttirnar okkar, þær eru sem sagt eins og hérna staða loðnuleitar, niðurstöðu stofnmælinga og svo framvegis. Þær eru birtar, við birtum svona 2-3 að jafnaði fréttir í hver einustu viku og svo hérna líka mikið af fréttum niðurstöðu rannsókna. Þessar niðurstöðu rannsóknar eru eitthvað rannsóknar, þannig að það gefur fréttirnar okkar gefa ágætt yfirlit yfir þær rannsóknir sem að okkar starfsfólk að sinna rannsóknir bæði hafs og vatna. Ég sagði að lokum áðan, en nú ætla ég að segja aftur að lokum, ég ætla að minna ykkur á að skrá ykkur á póstlistan, svo þið missið nú aldrei af því spennandi efni sem við deilum á vefnum. Og svo minni ég líka á samfélagsmiðlana sem svona annað verkfæri fyrir okkur til að láta fréttirnar okkar fljúga. En við erum á Facebook, Instagram, X og Blue Sky og reyndar LinkedIn líka. En við erum svona öflugust á Facebook. Þannig að það ekki nóg að alltaf að birta fréttirnar, við viljum líka tryggja að þær sjáist. Ég ekki búið með cirka 5 mínútur? Það 5 mínútur sem ég var útlitaðar, ég held það. Þannig ég ætla bara að segja þetta gott, bara að biðja ykkur sjálf að skoða vefinn, en nú ætlum við að setja fókus á efni fundarins og bjóða, var það ekki Kristján Kristjánsson fyrst og hann ætlar að fjalla nýja stofnmælingarvefinn. Góðan daginn, ég heiti Kristján og oft rangfeðraður eins og núna. Ég Kristinsson, en það hefur oft komið fyrir. En ég ætla aðeins að fjalla vinnu sem ég og fleiri höfum verið að gera undanfarið og mín staða hér á stofnuninni að vera meðal annars í að veita ráðgjöf á ýmsum tegundum og við höfum verið að reyna að koma því efni svolítið inn á vefinn þannig að við séum ekki endalaust að birta einhverjar svona PDF-skjöl sem að fólk þarf að hala niður og skoða, heldur líka að koma þessu þannig á netið að það sé auðveldara fyrir fólk að skoða og spá og spekulera og þar á meðal annars það til dæmis veiðiráðgjöfin okkar og hún byggir á því að við erum með bara þessa tegund að reyna að koma þessu þannig yfir að þetta sé gagnvirkt að fólk geti skoða þetta án þess að þurfa að lesa mikinn texta og ef það vill lesa þá getur það farið í þessi tækniskýrslur og skoða þær. Það sem á eftir að gera kannski aðeins meira við þessar tækniskýrslur að koma þeim á svona gagnvirkt form og að fólk geti þá náð svo í þessi gögn til þess að skoða bara sjálf og teikna sjálf eins og það vill eða gera hvað sem það vill. Við erum með svona yfirkafla sem útskýrir kannski aðeins hvað við erum að gera og til dæmis það þessi veiðar og Íslandsmiðin sem við ætlum aðeins að þróa betur líka og koma því í gagnvirkt form líka sem sýnir veiðar á Íslandsmiðum
hvaða þjóðir að veiða, hvað verið að veiða, hversu mikið, hvernig sóknin, hvar þetta og hver svo staða stofna á Íslandsmiðum. Þetta svolítið mikill texti en það svona hugmyndafræðin að reyna að koma þessu betra horf. En það sem ég ætla að fjalla vefur sem við settum í loftið fyrir jól sem heitir Stofnmælingar og þarna hverju ári þá förum við árlega í allavega mér reynda mjög marga leiðangra en ég að fókusera svolítið á 2 leiðangra. Það eru sem sagt voraleið sem er farið í mars á hverju ári og hefur verið farið síðan 1985 og svo hins vegar október eða haustraleið sem við köllum og hefur verið farið frá 1996. Eftir hvern leiðangur þá höfum við verið að gefa út skýrslur og þær eru ofta tíðum frekar svona takmarkaðar. Við fókuserum kannski mikið eða svona svolítið á kannski 5-6 tegundir og svo drögum við saman upplýsingar margra aðrar en þetta oftast bara mjög takmarkað. Þannig að hugmyndin að reyna að koma þessu öllu saman fyrir í svona eitt skjal og þá ef við byrjum bara á tökum þorskinn, hann er svona kannski sá sem að mestar upplýsingar eru að þá erum við með ýmsar vísitölumyndir og ef við förum yfir þetta þá ef við skoðum þetta þá er þetta stofn vísitala í þyngd í þorski og þróun þess og það er hægt að sjá hér lengdadreifinguna ef maður fer yfir að sjá lengdadreifinguna sem að fékkst í rallinu það árið og þetta bláa svæði er sem sagt meðal lengdadreifingin yfir allt tímabilið. Og svo er bara auðvelt að hægt og fljótt að hægt að fara yfir í næsta rall og síðan erum við með samaburð á milli þessara leiðangra því að það er oft beitt samaburður er kannski ekki alveg segir ekki alla söguna heldur þarf aðeins að gera þetta hlutfallslegt og þá sjáum við hér að röllin eru í þessu tilfelli að falla nokkuð vel saman sem er bara mjög gott þó að í tonnafjölda eða hvernig sem við reiknum þetta út er kannski aðeins öðruvísi. Og við getum skoðað þetta í fjölda og við getum skoðað vísitölur fisk sem er 55 cm stærri sem að má svona segja sé veiðistofn sem að vera veið úr og við sjáum vísitölu fisk sem er tiltölulega stór, hvernig það hefur þróast yfir tíma í rollunum og síðan vísitölu svona smáfisk sem er undir 55 cm og við getum svona ímynda okkur að sé svona vísbendingur í nýliðun. Og þetta eru vísitölunar og svo er hægt að skoða nánar lengdadreifingarnar, þær eru nú bara eins og þær eru og það er hægt að bera það saman með þessari mynd. Þetta er svolítið kaotískt stundum. Við erum með aldursskiptar fjöldavísitölur úr þessum leiðangrum. Það er sem sagt í bæði þyngd og fjölda og það er hægt að velja bara með því að ýta hér á einn að hvernig þróunin á 6 ára fiski er eða fiski sem er 11 ára eldri og þið sjáum að í upphafi að þá var voðalega lítið af fiski sem var 11 ára og eldri en hefur aukist mjög mikið undanfarin áratug eða svo. Og með því ýta bara aftur á þetta þá fáið þetta allt saman aftur. Hérna er hægt að sjá eins árs fiskinn og sem er svona vísbendingur á nýliðun. Og þetta eru þyngdarvísitölurnar og þær eru svipaðar svo sem í ferlið þar og svo er hægt að skoða hér aldursskiptar vísitölur og myndin niðri segir til svona, hún er teiknuð yfir á logaritmískan skala og bláa línan sem hreyfist ekki neitt, að það er meðaltalið og með því að skoða til dæmis ef þetta fellur vel undir þessa línu og þá má ætla að stofninn eða sem sagt þessi árgangur sérstaklega sé frekar lítill. Meðan að kannski að er hann í upphafi frekar stór en gengur hratt á hann. Og þetta sjáum við bæði í SMH og SMB
Við fyrir bara rætt yfir þetta. Við erum með meðalþyngdir og lengdir eftir aldri. Hér meðalþyngd og ef einhver vill skoða hvernig meðalþyngd eftir sjóra fisks í SMB hefur verið að þróast þá þetta bara svona upp og niður og fellur oft gegnum meðaltalið og það hægt að sjá hérna ef við komum til að fyrir yfir sem sagt hvað þetta frávik, hversu mikil frávik þetta frá meðaltali hjá þessum fiski og eins og sést hér þá þetta sveiflast mjög mikið og kannski oft erfitt að segja til hvað þetta rauninni en oft fellur meðalþyngd og meðallengd saman en það svo sem misjafnt hversu mikið í prósentum það Við vorum með holdafar og þá hægt að velja ákveðna tegund af lengdum sem þið viljið hægt að skoða og ef við skoðum bara hérna holdafar 50 cm þorsks í SMB þá þetta flokkað eftir norður- og suðursvæði sem ákveðin skilgreining og þið sjáu að holdafarið hefur sem sagt meðalþyngd óslægs eða slægs fisk, þið getið valið hérna slægðaþyngd eða óslægðaþyngd, slægþyngd kannski langbest í þessu. Hvernig hún hefur þróast en hefur farið niður undanfarin árin á leiðin upp núna. Og þær tölur fráviki frá meðaltali töluvert minna heldur en þetta frávik meðallengd eftir aldri eða meðalþyngd eftir aldri. Og það hægt að skoða þetta frá lifur. Við erum á útbreiðslu. Það hægt að skoða útbreiðslu eftir dýpi og hlutfallslega hvort að það hafi verið eitthvað að breytast þetta í þessum röllum. Sjáum það hérna á þessu tímabili svona miðjum þegar stofninn var frekar lítill þá var frekar lítið af fiski að finna á grunnuvatni en hlutfallið hefur aukist töluvert síðan. Við getum skoðað hérna hvar í kringum landið verið að veiða fiskinn og með því að fara yfir þennan ákveðna punkta þá hægt að sjá hvað við fengum á sjómílu í þessu togi. Hérna hægt að skoða þetta eftir þessum svæðum hérna, svæðaskiptingin. Þetta svolítið mörg svæði en það bara allt í lagi. Og hann virðist nú bara vera nokkuð jafndreiður yfir þetta útbreiðslusvæði hérna sem við erum að veiða á. Og hér þorskurinn á hérna í SMB. Ef við skoðum aðeins hérna SMB eftir dýpi í SMH, Australíu, og það aðeins öðruvísi vegna þess að í Australíu erum við að fara pínlítið dýpra. Við förum ekki nema niður á kannski 500 metra maximum mest í hérna SMB segi ég, en förum alveg niður á 1500 metra og ættum þá að ná í þorskinu sem á kantinu. Og svo hægt að skoða að sjá hvort að hérna útbreiðslan hefur eitthvað breyst og þetta sem sagt eins og segir í texta að þetta svona þetta svona center of gravity, þetta svona meðal útbreiðslan, hvernig hún hvar við fáum að meðaltali mesta þorski í kringum landið. Og ef maður skoðar hérna aðeins, þá vorum við að fá mest af þessu hérna fyrir norðaustan. Þessu tímabili hefur útbreiðslan einhvern veginn fæst meira austur og komið miklu meira sunnar. Mest af þessu fiski sem við erum að veiða núna fyrir sunnanland. Og þetta svolítið svona krassandi breyting. En virðist vera nokkuð svona jafndreift eða svona svipað í SMH. Og við getum skoða fæðu eftir ýmsum lengdarflokkum og hlutfall fæðu hópa í þessum röllum. Hérna má sjá til dæmis að hlutfall loðnu mjög hátt í fiski sem 20-40 cm og í þessu á vorin en þetta kannski breytist töluvert mikið þegar þú fer yfir á haustina. Það allt öðruvísu, það miklu minna loðnu kannski á þessu svæði sem við erum að toga á heldur en var á þessu á vorin. Og síðan getum við skoðað hvar í umhverfis landið var mesta loðnu.
í mögum á þorski. Og hér svo hægt bara að flakka milli tegunda, hérna lúðan. Það oft þannig að við erum ekkert með upplýsingar til dæmis eins og fæðu eða aldur hjá sömu tegundum og þá bara það þannig. Og þetta stofnvísitala lúðu og hér hægt að sjá hvernig hún samanborið við SMH. Það sem hægt að gera líka og við höfum að það er hægt að ná í mestan hluta af þessum gögnum. Þannig ef fólk hefur einhvern áhuga á því að þá eru gögnin á bak við þessar myndir, þær eru að finna þarna á netinu, en það sem vantar aðeins í þetta er svona leið til þess að fyrir fólk að vitni í þetta. Það kemur bara mjög fljótlega. En sem sagt við erum með einhverju yfir 20 tegundir í þessu núna og næstu skref er að koma inn tegundir sem eru kannski ekki nýttar, en það er svona aðalega til þess að skoða sem sagt útbreiðslu á þeim tegundum eða hvernig stofnstærðir hafa verið að breytast. Síðan er ég að vinna í svolítið að koma inn hitastigi inn og það er svona fyrir að koma. Við mælum hitastig á botni í hvert skipti sem við förum að nýsa, hver einasta togi, miklar upplýsingar þar og bara svona upplýsingar almennt röllin. Og svo höldum við bara áfram og bætum við fleiri röllum og þetta vonandi auðvelda fólki til þess að skoða svolítið dýpra í þessu gögn sem við erum að nota í stofnmati. Ég held að ég hafi þetta ekkert lengra, ég er líklega búin með 15 mínútur. Takk. Svo eins og hún hérna Dóra nefndi að þá til dæmis skipin hérna, þetta er loðnuleiðangurinn núna. Þannig að það allt á fullu þar. Við ætlum að skipta yfir eitthvað allt annað. Ég ætla að bjóða hana Sveinhildi Egilsdóttur, ég náði nafninu þínu þá allavega rétt eða ekki, að koma upp. Og ég ætla líka að nefna að við bjóðum upp á spurningar og við gerum það þá bara eftir að Svanhildur er búin að tala. Við höfum þá svona smá sesjón á eftir, svona 10 mínútur eða svo 10 mínútur pluss í lokin. Gjörðu þessu vel, Svanhildur. Það má líka alveg spurjum leið að þið viljið. Sko Kristján sá tölurnar, ég er alveg glötuð í tölum en ég ætla að sýna ykkur smá myndir og ég ætla að byrja á að sýna ykkur síðu sem heitir Sjávarlífverur og hún er tilkomin fyrir styrk frá Rannsóknarstöð síldariðnaðarins. Ég fekk styrk í 3 ár, eða við fengum styrk í 3 ár til að mynda lífverur og ég byrjaði nú því að hann Jón Björn Pálsson, fiskifræðingur, hann eftirlit mér alla myndir sem hann hafði tekið í gegnum tíðina og ég fekk leyfi hjá þeim höfundum fiskabókarinnar til að nota texta við myndirnar og við erum búin að vera svona smá saman ég hef verið smá saman að bæta við það sem vantaði og gera myndirnar eða taka betri myndir ef að mögulegt er. Það er að taka myndir út á sjó er svolítið áskorun og að fá lífverur sem eru líta vel út. Það er líka áskorun, ég ætla að sýna ykkur dæmi að þessi fiskur hér sem heitir ómær, heyrið alveg í mér og líka á netinu, já. Er þetta minnka birtuna þannig að við sjáum betur skjá? Já, örugglega. Jónas segir bara. En þessi fiskur hérna, ofboðslega fallegur finnst mér. Hann lítur betur út í sjó, en fyrst þegar ég sá hann úr trolli, þá var hann svona. Og þetta er eingöngu því að þakka að maður á Ísafirði hringdi í mig og sagðist að hafa fundið þessa vómar rekna í fjöru og hirt hana fyrir mig og ég keyrði með hann í bæinn í rosa fínum kassa og náði að halda henni svona fínni og flottri.
Þannig að ef ykkur þarna úti rekst á rosalega falleg eintök af einhverjum lífverum þá ég alveg til í þau. En Kristján var að sýna ykkur áðan hennan frábæra vef sinn og hann gleymdi að segja ykkur það að vefurinn vísar í síðuna og öfugt. Hérna til dæmis umfjöllun þorsk og hérna næst eru tenglar yfir á síðuna sem hann var að kynna áðan. Og þessi textar eru nánast beint upp úr fiskabókinni með leyfi höfunda, en draumurinn er að við uppfærum þá því að sumt er bara orðið úrelt og svo erum við svona smá saman að vinna því að gera texta við það sem ekki er til. Og við höfum aðeins skipt þessu upp í að finna fyrsta lagi allt og svo fiskar og fjörulífverur og það er mjög lítið til af textum sumartegundir. Og það sem verra er að margar, ég man aldrei tölur eða neitt svoleiðis, ég ætla að hafa þetta hjá mér. Margar af þessum tegundum, eins og til dæmis ef við förum bara í krabbadýr, að eins og rækjur, það er til frábær grein rækjutegundir í Ísland og þessi tegund hér, þetta er rækjan okkar, stóri kamplambi. Og svo eru aðra tegundir sem eru líka merktar rækja, en það eiga bara ekkert íslenskt nafn. Þannig að það er verkefni líka sem að þarf einhvern veginn að dekka. En ég held ég hafi ekki alltaf sýna ykkur meira hér. Er eitthvað sem að þið viljið sjá frekar þarna eða þið kíkið þá bara á það eftir? En að myndabankanum, þá farum við bara á heimasíðuna og þetta er tengillinn í frétt núna en venjulega farið í miðlun. Þar undir er myndabanki og svo getið komist inn í hann annarkvort eða með því að klikka á myndina. Og þetta er svona hliðar afurð af sjávarlífverusíðunni. Við höfum safnað og það er náttúrulega verið að taka alveg gríðarlegt myndefni af flest öllum starfsmönnum og mér finnst að gera að nota þær og sína og ég hef skipt þessu upp í fiska, hryggleysingja og svo svona almennt, þetta er hugsað bæði fyrir starfsmenn og þessi myndabanki er í raun og veru tvíþættur. Þannig annars vegar eru 600 myndir sem eru aðgengilega fyrir almenning til niðurhals og svo er ég með 1400 sem eru bara allar innanhús og þar eru myndir eins og myndir af kynkirtlum og kynþroska og kvarnir og alls konar sem ég er ekki viss um að allir hafi áhuga á en kannski, ég veit það ekki, og það er ekkert mál að bæta þeim við ef einhverjir vilja það. Og ég ætla að sýna ykkur þetta er bara svona fiskar, hryggleysingjar, almennt úr vinnu. Já, ég gleymdi að segja ykkur, þetta er líka hugsað fyrir fjölmiðla til að fjalla okkur. Ég gleymdi því. Þannig að við erum svona að reyna að sýna hvað við erum að gera. Svo eru myndir af fornbúðum, skipunum, sjór almennt, hugsað sem bara bakgrunnur í sýningar, þörungar, fiskeldi, mynditeknar í vísjá, svifþörungar, myndbönd, neðansjávarmyndir, myndir af framkvæmdastjórn og svo ætla ég að segja ykkur aðeins frá þessu tvennu seinna. En svo er svona leitagluggi þar sem hægt er að leita bara eftir tegundum eins og þorskur og þá sjáum við að það koma nokkrar myndir og þær geta verið á mismunandi stöðum og ég má velja bara ykkur að og þá er smá lýsing netavefi og já, við eigum eftir að bæta þarna inn og vonandi verða bara eins. Þetta er urriði í Öxará og kvörnun, þetta er bara svona smá dæmi. Þetta er fallegasti foss landsins. Það er smá bías í þessu, það er fínu Vestfirðir og fínu Breiðafjörður, en það kemur bara til einu. En hér er líka, þetta átti ekki að fara svona.
Hérna eru svifþörungar, margar fallega myndir og þetta hafa starfsmenn tekið og greint fyrir mig. Og þessu getið þið bara hlaðið niður með því að gera hérna download. Og þá fáið þið sérst myndina og megi nýta hana en við óskum eftir því að hún verið merkt Hafrannsóknastofnun. Ég man ekki hvað ég ætla að sýna ykkur meira. Já, það á eftir, það í lokin sko. Ég með eina svona uppáhaldssetningu og ég klúður henni alltaf, það svona smá bípa, en þú verndar það sem þú elskar, þetta er setning sem Guðmundur Páll Ólafsson sagði. Þú verndar það sem þú elskar það sem þú þekkir og þú þekkir það sem þér er kennt. Og það svona pínu mín hugsjón að með því að miðla því sem undrum sem hafið býður upp á, að þá getum við skapað þá hugmyndafræði að þetta er eitthvað sem við þurfum að passa upp á og margar af þessum tegundum bæði eru heitin alveg ótrúlega skemmtileg og eins bara margar mjög fallegi fiskar eins og ég veit náttúrulega hver þetta er bæði bragðgóður og fallegur þetta er búri og hérna er smá texti og svo er tengill yfir á síðuna. Ég veit ekki alveg, er ég að glemma einhverju? Já, ég ætla að sýna ykkur rosalega flotta mynd úr Víðsjá af þetta er Sindraskilin sem fannst 2020 fyrst nýbúi og það væri gaman að vera með sér möppu undir það. En ég ætla að sýna ykkur líka myndbönd, þetta er svona eitthvað sem ég hef tekið bara hér eru myndir utan á sjó úr síðasta ralli, ég fer í röll. Ég vona þess ekki hljóð á þessu, það er alveg hræðilegur hávaði. Kristján, nei, sem betur fer. Hann er trúlega að koma inn í haustralli í fyrra. Ég veit ekki hvort þið vilja horfa á þetta. En ég hef orðið slatta af myndefni, bæði myndböndum og svo er svona uppáhaldsklippa. Þetta eru grindhvalir í Breiðafirði í hittifyrra. Við vorum á kajak og rérum fram á þessu vöður sem var komin inn á lengst inn í Breiðafjörð, alveg að mynni Álftafjarðar. Og við fylgdumst með þeim heilan dag í svona atferli. Bara ótrúlegt. Náttúran er ótrúleg, það er bara þannig. Hérna er pínulítill sætur sníill sem ég er viss að heitir, nú man ég ekki, það var Limapontia capitata eða senastra. Þetta er örugglega ný tegund fyrir Ísland. Það er verið að fara að greina hana. Þetta er tekið gegnum Víðsjá. Bara svona lítið krútt að skríða hana. Ég finnst þetta geggjað, en Svo í lokin, ég ætla ekki að hafa þetta langt, þá ætla ég sýna ykkur Hérna eru myndir sem vinir okkar í Belgíu hafa unnið. Þetta eru eintök sem þau hafa fengið úr leiðangrum okkar og hafa rátt í miður. Ég er búin að reyna mikið að snúa þessu þannig að þetta sjáist almennilega. En þetta er kuðungategundir og skeljar sem þau hafa fengið í leiðangrum sem við höfum farið í og greint. Og þetta er bara alveg ómetanlegt. Ég fekk tölvupóst frá Háskólanum á Akureyri þar sem voru að tala að þeir myndi gjarnan vilja fá og þið getið hlaðið þessu bara niður og prentað út að þau eru að fara með nemendur í leiðangra og þá myndi þetta gagnast vel til að greina þau sýni. Og þetta verður uppfært þegar nýjar koma. Svo var ég að leika mér í vinnunni, það má kannski ekki alveg segja frá því en að búa til svona litabók sem ég geti prentað út fyrir börn eða barnabörn. Þetta er svona
fiskar og svo getið þið skanna QR-kóðana og þá fáið þið tengilinn á síðuna. Og ég gerði líka hérna fyrir fjörulífverur af því það nú mitt áhugamál. Eða ég geti lita bara sjálf. Það alltaf ekkert sem bannar það. En ég held, eitthvað sem að... Já, ég ætla að segja eitthvað smá hérna. Ég held ég í 4100 myndir. Þannig að það nóg að taka og það mun vera bætt inn í þetta. Og það til fullt af myndefni. Eins og myndirnar sem voru neðansjávar, það eru myndir sem ég hef klippt út úr myndböndum sem voru tekin. Þannig að það eru endalausir möguleikar í að bæta og efla þetta. Takk fyrir mig. Annarkost ég öklaði eira með þessa lýsingu hérna, það bara ofbert að myrkur. En hérna, ég löngu búin að gera mig grein fyrir því að það mikið af snillingum sem vinnur hérna á Hafrannsóknastofnun og Kristján og Svanhildur eru klárlega hérna úr þeim hópi. Mér langar að kanna hvort að þið hafið einhverja spurningar. Já. Kristján. Það ekki neitt úr afla. Endurtaka spurninguna gæti? Bara eins og Já, við hugum að eina sem við erum með eins og Já, það var spurt úr sal hvort að þetta við værum bara einvörðungu með úr röllum og hvort við ætlum að setja einhverjar upplýsingar afla. Þá það hugmyndin bara með tíð og tíma eins og ég sýndi hérna áðan og þá vorum við með veiðar á Íslandsmiðum og þar eru upplýsingar veiðar frá 1991 hérna í Bótmörpu og eftir veiðarfærum, staðsetningarnar. Þetta sóknin, mismunandi, hvernig hún mæld, mismunandi veiðarfæra. Og hugmyndin sem sagt að reyna að koma þessu í gagnvirkt form og fólk geti það svo bara náði þessu gögn sem á bakvið þessar myndir. Var þetta eitthvað svona sem að þú ert að... Já. Ja, þetta svona eitthvað aðeins ítarlegra og já, og það náttúrulega vel hægt að hvar ég staddur hérna? Ná í töflur hinum stofnmatið og þá ertu með aflatölur eftir frá 1903 og þess aftar en það spurning hvort við þurfum ekki líka að setja aðeins svona ítarlegra í þetta en eins og ég segi það mikilvægt líka að við komum þessu gögnum til fólks að því að Hafró nú einu sinni ríkisstofnun og þetta gögn okkar allra og það mér finnst það öllum maður ætti að vera leyfilegt að nota þetta og gera hvað sem það vill við það. Einhverjar? Það er ekki rétt að uppfæra tölvukerfið, það virðist vera allar, það mjög flottar það einn galli á þessu tölvukerfið kunni ekki að útfæra línur, þau eru öll bara niður á þeim, alveg það er ekkert upp á þeim. Já. Já, þú bara snýr tölvunni. Allt sem snýr okkur, það allt niður á við frá upphafi. Þetta voða jákvætt, það alltaf færri og færri skip sem að veiða, Já, þetta bara... Já, eins og ég segi, þú snýr bara við tölvunni. En þú verður þá að taka símana þínum þarna snúningsdæmi þarna. Einhverjar fleiri spurningar? Hefur ekki einhver reyndið augun í þetta fyrr? Hvað segirðu? Hefur ekki einhver reyndið augun í þetta fyrr eins og ég? Nei.
við lítum að það er jákvætt á þetta sko þegar sumt fyrir niður og þá fyrir annað upp. Já, bara heyrist ekki spurningar úr sal. Já. Vilja bara endurtaka. Ok. Ef það eru ekki fleiri spurningar sem heyrast ekki vera að detta inn, þá held ég að segja þetta bara gott, en það er ennþá kaffi og kleinur hérna frammi, því miður ekki fyrir ykkur sem eru á netinu, en fyrir hina. Þannig ég legg til að við bara slítum þessu fína fundi og hérna förum í smá spjall hérna yfir kaffi og kleinum og eftir. Takk kærlega fyrir komuna.